Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Nú rétt fyrir jól. Já, á undanförnum árum höfum við framleitt yfir 400 þætti og eigum nokkra jólalega í safninu okkar. Við ætlum að kíkja í jólasafnið og sýna ykkur nokkur eldri jólainslög. Njótið vel. Jólaævintýri Jónatans Ingimarssonar og Erlu Vigdísar Óskarsdóttur hófst fyrir næstum áratug þegar þau ákváðu að rugla saman reitum og Erla flutti síðan í garðinn. Þau hafa nú búið sér fallegt heimili í litla garðshorni við Gauksstaðaveg. Hilmar Bragi heimsótti Erlu og Jónatan á aðventunni. Þetta byrjaði nú fyrir cirka 10 árum, eða 9 árum. Þegar hún flutti hérna suðurundir í garðinn. Við fórum að safna svona smotterí. Byrjum á einni hillu þarna og annarri til. Svo bara hefur þetta þróast. Við höfum farið í Góða hirðinn í Reykjavík, Kompuna í Keflavík og fleiri staði. Keypt svona, þetta er svona 90% endurunnið eiginlega, má kalla það. Já, þið hafið svona bara verið að leita upp í jólaskraut svona sem þið jafnvel þurft að dytta aðeins að? Já, það er verið að gera við og dytta að þessu flest öllu. Og þú komst með eitthvað gamalt skraut í búið? Já, ég hef alltaf verið voða mikið jólastelpa. Kom með þó nokkuð inn í þetta samband. Og það kannski á við ykkur bæði, þið eru bæði jólabörn? Já. Já, það má segja það. Og hvers slags jólaskraut er þetta? Já, hvað er að segja? Þetta er bara á milli, já, þetta er bara alls konar. Þetta er bara jólasveinar og bara tré og jólaland, náttúrulega. Sem við erum voða ánægð með, jólalandið okkar. Litla garðshorn er víðförult hús. Það stóð fyrst á mótum Vallargötu og Aðalgötu í Keflavík áður en það var flutt að Bala á Stafnesi. Þaðan var húsið svo flutt að Gauksstaðavegi í Garði, þar sem unnið hefur verið að endurbyggingu hússins í sem upprunalegastri mynd. Þannig að þetta skraut á vel við í svona gömlu húsi. Þetta er svona gamalt já, íslenskt og svona kannski þessi hefðbundnu rauðu jólasveinar og svo kannski líka þessi gömlu íslensku. Já, það er. Það er hvort tveggja. En vinnan á bakvið þetta, þú sagði mér hérna áður ég kveikti á upptöku að þetta væri á milli 500 og 600 hlutir. Já, það er nú engum tekist að telja þetta allt en svona, við hafa komist upp í 300 og eitthvað krakkanir sko og gefast upp þá, þannig að það verður nokkuð talið. En þetta tekur mjög langan tíma að setja þetta upp. Ennþá meiri tíma að ganga frá því. Eru þið með einhverja svona aðferð við það að setja þetta upp? Er þessu alltaf stillt eins upp ár eftir ár? Nei, það er alveg vonlaust sko. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er alltaf ný útgáfa. Þannig að það er kannski engin hlutur sem á sinn stað? Nei. Nei. Ekki nema kannski hérna. Já, jólatréð er alltaf á sama stað. En þið eru ekki bara skreytt inni, þið eru líka skreytt úti? Já, það er einhverju jólasveinar og einhverja fígurur úti. Og í gluggunum hérna er einhver tröll líka. En hvað svo? Þegar jólin eru af staðinn, þá þarf að pakka þessu öllu niður í kassa og þetta hlýtur að taka daggott pláss. Já, við höfum nú smá geymsluloft hérna uppi. Þetta tekur ansi mikið pláss, marga kassa. En endið ekki bara með að leyfa þess að standa og bara hafið jólalönd allt árið? Það er ekki gott. Væri það of mikið? Já,
Allt og mikið. heldur mikið. Þetta er viss spenna að fara í það að taka upp dótið. Hvenær kemur jólaandinn yfir ykkur? Já, við höfum nú verið að reyna að vera búin helst fyrir 1. desember. Og erum að byrja svona og svo er bara kveikt þegar allt er komið. Hvernig er það þegar þið eru að ferðast landið og jafnvel út úr landsteinana? Eru þið alltaf að líta eftir því hvort þið finnið eitthvað sem vantar í safnið? Já, það blundar í okkur alltaf. Já. Það er að, ef maður sér eitthvað þá, og ef við höfum áhuga á því, þá er það keypt, sko. Það er bara þannig. En er eitthvað, þegar þið erum kannski með milli 500 og 600 hluti, að þetta er eiginlega óteljandi, en finnst ykkur eitthvað vanta? Já, það vantar alltaf eitthvað. Já, já. En við hétum nú fyrir 2 árum að hætta þessu, að kaupa. En það klikkaði náttúrulega. Strax, Það var, bara sama. já, Já, bara rétt á eftir. Já. kom ykkur bambar hérna úr Reykjavík. Er það þessi stóru myndalög sem eru hérna við innganginn úti? Já, það var ekki hægt að fara fram hjá því. Og eitthvað klikkaði líka í dag. Við fórum í bæinn og það kom eitthvað. Það kom eitthvað smá með okkur heim í dag. Þetta er svolítið fíkn. Já, en þetta er ekkert slæmfíkn. Það er eitthvað spilling í gangi hjá okkur í þessu. En þið eru að safna þessum íslensku jólasinnum og það kannski vantar aðeins í það safna ennþá, þannig að ef að fólk vil lauma að einhverjum gjöfum þá kannski hérna, þá getur það fengið að vita hvaða jólasinn vantar. Já, það er alveg hægt. Alveg hægt. Er það að fá svona jólaskraut í pökkum jól? Já, krakkarnir okkar hafa að gefa okkur. Það er svo erfitt að gefa fólki sem á allt. Þú ert löngu hætt að kaupa umbúðapappír. Já. Þú bara saumar allar umbúðir. Já, sauma bara pókana og undir þetta. Þannig að ég bara, já. Það er mjög fallegi pókar, finnst mér sjálfri. Og vekur athygli. Svo á 13. er þá slökkt á öllu og byrjið að pakka niður? Já, þá bara slökkum við og svo er þetta bara gert í rólegheitum. Tekur daga og vikur að pakka þessu niður aftur? Já, þetta getur tekið alveg 2 vikur. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Þorgrímur, eru jólin að byrja? Ég held það bara. Og þetta er nýjasta jólalandið á Suðurnesjum? Já, allavega hjá mér. Ég veit ekki hvort það einhver aðri með svona. Menn hljóta að hafa einskæran áhuga, mikinn áhuga á jólaskraut og svona ef þeir setja þetta upp 2 mánuðum fyrir jól. Já, svona, svolítið. Allavega þarna er maður mikið í þessum jólahúsum. Ertu mikið jólabarn? Svona, svolítið. Hvað kom til? Ertu að gera þetta í fyrsta skipti svona veglega? Svona mikið. En þetta hefur verið svona alltaf smá saman að stækka. Hvernig viða menn svona að sér? Er þetta gert bara með árunum? Jú, raunverulega. Hvað fær maður svona fallegt jóladót? Sumt er keypt í búð á Selfossi sem heitir Heimili og jólin og restin bæði Bíkó og svo eBay líka aðeins. Þetta er þetta ekki mikil vinna að setja þetta síðan upp? Talsvert. Svona, það er að ýmsu að hyggja sko, hvernig maður vill setja þetta upp og það er verið að færa til og frá aftur og aftur. Og Coca-Cola náttúrulega að sjálfsögðu. Ég hefði nú viljað hafa það Pepsi en það er annað.
En það kennir ýmissa grasa, það skautasvell og vitar og turnar og eitthvað eitt sem kom mér svona skemmtilega óvart var var skíðalyftan. Já, hún ásamt lestinni nýjasta viðbótin í þetta hjá okkur. Eitthvað sem að þú heldur meira upp á en annað? Nei, raunverulega ekki. Jó, það má segja kannski vitinn þarna út í horninu með rauðljósinu, hann svona í uppholdi hjá mér. En ertu sérst ekkert mikill skíðamaður þó að þú keyptir skíðalyftu? Ég fór einu sinni á skíði eina ferð, svo þar með var mínum skíðaferli lokið. Þetta kallar maður að skíða heima. Já. Og skauta. Já. En má ekki eiga að vona því að nú fari fólk bara að kíkja hérna inn í gluggan og svona, það verið allskyns gluggagæjar að koma hérna? Ég veit ekki, kannski. Og leikskólabörnin og grunnskólabörnin að kíkja heimsó? Kannski, annars má það náttúrulega ekki núna, þessu COVID-tímum. Þetta skemmtilegt og maður heyrir svona umræðun það séu margir að svona taka jólin aðeins snemma meðal annars á veirutímum. Ertu svona meðal annars að því? Jú, það má segja það, en samt sko, þetta í glugganum eins og stjörnurnar hérna, þær eru náttúrulega mánuði fyrir en í fyrra, kannski út á þorpinu, en þorpið svona kannski aðeins fyrir en mjög svipuðum tíma. Hvað er maður lengi að setja þetta upp? Ég veit það ekki, allir sé ekki svona samanlagt að kannski einhverjir 10-12 klukkutímar. Og maður á náttúrulega ekki verið að spyrja krónur og aura, en þetta hlýtur nú að kosta eitthvað. Jú, það kostar helling. Já. Þetta að því að sérstaklega sko þessi, ef maður ætlar að kaupa einhver fín hús þá kostar það svolítið. En verður maður ekki að hafa frúna með sér í þessu? Hún líka með áhuga á þessu? Jú, annars fengi ég ekkert að kaupa. En þú ert jólasveinninn í fjölskyldunni? Við skulum segja að ég svona kaupi meirihlutann af þessu. Eitthvað börn búin að koma? Já, barnabörnin búin að koma. Hvernig leist þeim á? Þau voru alltaf mjög hrifin af þessu. Já, þannig að þú ert búin að vera að gera eitthvað undanfarin ári, en aldrei svona veglega? Nei, við vorum með þetta á 2 stöðum í fyrra og það var svona var ekki alveg nógu skemmtilegt. Og svo bættist náttúrulega eins og skíðarleftan við og hún tekur dálítið pláss og þá þurftum við að endurhanna þetta, þannig að það var bætt við borðstofuborðið. Keyptum okkur svona vaxdúka yfir borðið og svona. Ja, þetta smá mix. Já. En það ekkert, það kannski minnsta málið. En þetta verður hérna allavega næstu 8 til 10 vikurnar eða eitthvað? Já, það fer ekki niður fyrir 7. janúar allavega. Kannski seinna. Við segjum það bara kannski núna gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Við erum komin hingað heim til Þorbjörg í árlegt laufabrauðspartí, má segja. Viltu segja okkur aðeins frá þessu? Hvenær gerum við þetta með fjölskyldinu og hverjir mæta? Ég ger þetta bara með fjölskyldinu þegar að flesti geta mætt. Það mismunandi tímar og svo nú gerum við það í meiri viku því það hentaði öllum betur. Og hefðin að við erum með nammi, kertaljós, jólatónlist og skerum laufabrauð. Eitthvað sérstök hefð? Hvaðan kemur þessi hefð? Hún úr fjölskyldunni ykkar? Tengdaforeldrar mínar náttúrulega eru Norður-Þingeyingar eða voru og ég lærði að gera laufabrauð með tengdamömmu og það eru svona öðruvísi
hún gerir þetta svolítið öðruvísi heldur flestir aðrir, því að hún steikir laufabrauðið og svo stráir hún pínulitlu sykri á þegar búið að steikja. Og svoleiðis vilja flestir mínir hafa það, laufabrauð með pínulitlu sykri. Má smakka þegar búið að baka á eftir eða steikja? Já, ef við eyðileggjum 1-2 kökur þá það lægi, annars þetta bara geymt í jóla. Nema einhverjir stelist í það. Já, ég skildist það áðan að það sé einhverjir að stelast í það. Það náttúrulega má alls ekki. Enda gerum við 100 kökur bara fyrir okkur 2, sko, og svo eru hinir að gera kökur fyrir sig. Já, það eru 100 kökur á ykkur hjónin. Já. Hann náttúrulega að norðan maðurinn. Já, hann étur þetta allt saman sjálfur. En segðu okkur, eru ykkur hefðir við skurðinn? Hjá fjölskyldunni? Elsta mín, þessi þarna, hún handsker allt og notar ekki hjól. En svo hvað er hjólið? Þetta er laufabrauðshjól og er skorið með þessu hjóli. Þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt og þarf að fara vel með. Geymt í bómull allt árið og nú tek ég bara upp til að skera laufabrauð. En hér er handskorið. Og þá sker hún þetta bara með sínu hníf, en ekki með hjóli. Ég sé að fólki er að pota í laufabrauðið. Hvað er verið að gera? Það komir ekki loftbólur í degið þú ert að steikja. Þannig að laufabrauðið verði alveg flatt og ekki með svona loftkúlur inn í kökunum. Þá verður það ljótar. Mér langar aðeins að spyrja tengdadóttur ykkar. Hún er hún Dísela. Hvort að hún sé uppalinn líka við þetta að skera út? Nei, nefnilega ekki. Við gerum þetta einhvern tímann. Ég held að það vera einu sinni eða 2 svar heima í Láholti. Og svo er ég að mæta núna í fyrsta skipti. Ég er yfirleitt út að vinna þegar það er laufabrauðsgerð. Þannig að ég er loksins að mæta núna. Það er aldeilis dokumentað. Frábært. Hvernig finnst þér að gera þetta? Þetta er bara fínt, sko. Fínt að strákarnir sé aðeins að læra svona þessar fínhreyfingar. Ég hef alveg ekkert voðalega mikla þolinmæði svona almennt, en þetta er svona próf. Þetta er próf á þolinmæði. Hvað segja krakkarnir? Hvað finnst ykkur? Ég veit það ekki. Finnst þér gaman að skera? Ég sé að þú ert að gera ofboðslega flott og flókið munstur. Já, bara þetta er skemmtilegt. Ertu að hugsa eitthvað þegar þú ert að skera út? Ertu að hugsa einhverju hugsun, eitthvað sem þú ert að skapa? Nei. Þetta bara kemur. Já. Þetta bara flæðir í gegnum drenginn, já. Náttúrulegt. Náttúrulegur hæfileiki. Ég veit það ekki. Finnst þér gaman að koma í svona laufabrauðsbakstur hjá Emmu? Já. Myndirðu vilja sleppa þessu? Nei. Nei, þetta er svo gaman. Og hér er mamma þín. Hvað ert þú alltaf að hugsa, Brynja, þegar mér skilst á mömmuðinni að þú sést svo listræn? Er það svona blóma, eitthvað dulið, svona blóma áhugi hjá þér? Nei, alls ekki. Þetta er, kona frænda mín gerði þetta alltaf þegar ég var krakki og ég fór bara að herma eftir eiginlega. Já, ok. Ekki það að þetta sé eitthvað á djúpu listrænu leveli, sko. Þetta er bara, það er alltaf það sama bara. Herri, já, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við erum alin upp við og amma og afi gerði þetta og mamma kynntist þessu þegar hún flutti norður fyrir einhverjum árum síðan. En sko, þú verður að segja okkur dálítið frá feitinni, Þorbjörg, því að feitin er ekkert venjuleg. Þetta er bara tólg, kindatólg sem við erum með kindur, þannig að þetta fellur til á haustin þegar við erum að lóa, þá náttúrulega kemur mikið mör úr rollunum og ég bræði það í tólg og gef svo hamsa úr hist og hera því það koma mikið hömsum þegar maður er að bræða tólg. Skemmtilegt, lyktin í loftinu. Er þetta meiri úrvals kökur þegar það eru bakaðar upp úr þessari feiti, Þorbjörg? Ég hef bara aldrei bakað þetta úr eða steikt þetta úr öðru. Svo ég veit það. Þekkir ekkert annað? Nei.
Mögnu jólagleðir á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja en efnt var til jólaskreytingakeppni milli deilda á stofnuninni í byrjun mánaðarins. Víkurfréttir voru kallar til leiks til að dæma og finna sigurvegara. Það verk var erfitt því metnaðurinn í jólaskreytingum var mikill. Sjúklingar og gestir stofnunarinnar njóta nú jólaandans á Heilbrigðisstofnun því hver einasta deild er mikið skreytt sama hvert litið er. Já, það er ótt að segja að jólastemningin sé alls ráðandi á Heilbrigðisstofnun. Hægt er að sjá hjartalínurit á veggjónum í formi jólaskrauts hjá slysadeild og þegar við kíktum inn í röntgen þá mætti okkur þessi myndarlega beinagrind í jólaklæðunum. Öðruvísi jólaandi hjá stúlkonum í röntgen er óvægt að segja. Fæðingadeild var vel innpökkuð og myndirnar uppi á vegg líka. Víða stofnunina mátti sjá ótrúlegt jólaskraut. Innpakkaðar hurðir og sjáu þetta í skólahjúkrun. Drykkjarmála snjókall skreyttur með glimmer og tilheyrandi. D-deildin var með lifandi jólasvein, sjálfan Skýrgám, þann þekktasta á Suðurnesjum til margra ára. Hann þurfti einlögg kallinn og lá ágætlega á honum þegar við hittum hann. Jólaandinn sveif yfir vötnum í ungbarna eftirlitinu. En áður með greinum frá úrslitunum í jólaskreytingakeppni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja skulum við aðeins kíkja inn á heilsugæsluganginn. Þar eru ekki bara læknar inn í stofum, heldur líka á hurðunum. Þá er þetta að segja að það sé mikil metnaður hérna. Hvað er þetta hérna vegnum hjá þau núna? Við erum hérna með hjartalínurit, þannig að þema hjá okkur var náttúrulega að tengjast jólaskrauti við eitthvað svona heilbrigðisþema, hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraliða. Þannig að við gerum svona jólasveinahurðina. Þetta er til dæmis læknir sem er tilbúinn að taka hægðapröfu og hann er náttúrulega í svona sokkum hérna til þess að passa sóttvarnir. Svo hérna í ganginum er Hugrún, hún er bensínlæknir. Þannig þá fannst okkur svona kannski gott að hún er að fæða jólasvein. Já. Hérna er hann að koma út, hérna eru svona, hann er mjög liðug þessi kona, kona jólasveinsins. Hann horfir hérna uppi og fylgist með. Vel gert í heilsugæslunni en þá yfir í úrslitin. Heilsugæslan með alla sína lækna og jólalínurit lenti í 4. sæti. Í öðru til 3. sæti voru D-deildin með Skýrgám sinn og skólahjúkrun sem státaði af heimagerðum snjókalli og jólasveinum á ferð og flugi. Sigurvegararnir voru konurnar í heimahjúkrun sem hreinlega útbjuggu nýtt jólaheimili með flestu tilheyrandi, meðal annars sérgerðu jólamatastelli frá Vestmannaeyjum. En hvernig fóru þær að þessu? Þetta er gríðarlegur metnaður hjá ykkur. Þvílíkur metnaður. Við erum svo metnaðarfullur hópur heima hjá okkur. Það hlýtur að vera gríðarleg vinna á bakvið þetta. Í rauninni ekki. Okay. Það var 1 fundur. Við erum búin að vinna í fjöldan allan árum saman. Það þurfti bara 1 fund, ákveði hvað við ætlum að gera og svo bara skiptum við verkefnum og við klárum þetta í gær. Og var ekkert mála við að sér, efni við í þetta? Já, við fórum kannski svolítið svona ýmsar leiðir og það kom hérna maður í gærmorgun með sófasett. Sófan hérna, gömlu og hérna svona ýmislegt sem að... Glös og stell og allt, þetta er alveg bara, eins og maður segir, alveg alvöru jólaborð. Þegar við ákvaðum að leggja til borðs, þá sagði ein að hún ætti móður sem hefði málað stell, öldru kona í Vestmannaeyjum, og hún myndi vera svo glöð að fá að sjá þetta stell í blöðunum eða sjónvarpinu, þannig að við bara settum okkur alveg í gírinn. En þetta hlýtur svona að rífa upp andan hjá starfsfólkinu, svona stemning? Þvílík stemning. Það er svo gaman og það er ein hérna sem hefur unnið í yfir 40 ár og hún hefur aldrei séð aðra en stemmingu á jólunum. Bara virkilega gaman og við þetta er fyrsta skipti sem ég sé, ég hef allavega ekki séð jólatréð tekið upp svona snemma. Og já. Þannig að þetta er og það er bara gaman í heimahjúkrunum, virkilega, það er alltaf stuðina. Góður hópur. Ég sé líka að þetta hefur haft gríðarlega góð áhrif bara af því að það er alla deildir svo með mikið metnað í þessu, þannig að þetta er svona,
hvað við segja, góður andi og stemning hjá öllu starfsfólkinu. Í húsinu, já, það er tímalaust. Frumkvöðullinn að þessari óvanalegu keppni, Ólafur matreiðslumistari, var auðvitað ánægður með hvernig til tókst. Þú ert hugmyndasmiðurinn að baka þessi skemmtilega hitt hérna, hvernig þetta er þetta í hug? Ég bara hef ekki hugmyndið, en þetta í hug að gera bara eitthvað skemmtilegt. Þess aðeins að minna á að jólið var að koma, lífga aðeins upp á þetta og hafa gaman. Skemmtileg vinna og frábært fólk, bara hafa gaman saman. Þetta voru aldeilis tekist vel, þetta er alveg magnaður, bara metnaður ef að nota þau sterku orð. Já, ég ger ekki neitt, ég komist bara af stað, fólki sá þetta sjálft. Þannig að áhuginn var bara gríðarlegur strax svo upphæði, samkeppnisandinn. Já, alveg bara, þetta er svona ótrúlegt jólaskraut þarna innanum, sko. Já, þetta er hreint, kom mér alveg gríðarlega óvart. Það fólk er búið að leggja ofboðslega metnað í þetta og stemmingin hefur bara verið frábær samlega þessu. Þannig að þetta er búið mjög gaman að þessu. Það hjálpar til upp á starfsandan. Heldur betur. Og ég hef ekki vinnað vinnustæða sem er svona, finnst mér mikið gleði og gaman að vinna. Þannig að þetta er alveg nýtt fyrir mér. Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Það kom út veglegt jólablað Víkur frétta í síðustu viku og það er að nálgast það á vef Víkur frétta í rafrænu formi www.ff.is. Það er einnig fullt af öðru efni. Alla daga ársins. Á kylfingur.is erum við að skrifa golffréttir. En framlag okkar, sjónvarps Víkur frétta til jóladagskrár Hringbrautar eru tónleikar sem Már Gunnarsson hélt á Ljósanótt nú í haust. Við óskum ykkur gleðilegra jóla, sjáumst á milli hátíða. Þakkum fyrir okkur, verið sæl.